Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjallið. Tveir kunnugir eru með mér í dag sem að fólk þekkir. Það er Ólafur Jónsson, hann er nú á vinstri hönd en hann er mín hægri hönd, og svo Jón Kristjánsson fiskifræðingur sem að flestir þekkja. Flestir áhuga menn sjávarútveg. En ég vil byrja áður en að ég fer að tala við Jón að hvetja áhorfendur og áhuga menn sjávarútvegsmál til þess að styðja við stöðina, samstöðina, og hvet fólk til þess að leggja sitt af mörkum þannig, því þetta er eina sjónvars- og útvarpsstöðin sem gefur áhugamönnum sjávarútveg tækifæri til að ræða og almennt sjávarútveg, bæði veiðar, veiðiráðgjöf, stærð stofna og veiðafæri og annað þess háttar sem snýr að sjávarútvegi. En að þessu loknu þá segi ég, Jón, hvar er loðnan? Þetta búin að gá undir borðið. Blessaður. En hvað er í gangi? Þú varst að skrifa góða grein loðnuna. Já, ég held ég sem búin að gera það í alltaf 10 ár bara, hverju ári. Já. Það heita ýmist loðnuraunir eða loðnuvandi eða hvað það nú er. Sko, það er náttúrulega, finnst engin loðna. Þú að segja að finnst lítið. En það er náttúrulega, mér finnst að menn skuli leggja í það að byrja á því að fara með 2 skip yfir allt þetta haf til þess að leita að loðnu. Og þá eru línur eða leiðalínur með minnst okkur 15 milna bili, og ég veit að ég var nú í síldarleitin í 8 sumur að það er langt á, maður getur siglt rétt hjá stórum torfuflekkjum sem gefa kannski flotanum veiku veiði, og hvað hafið er ógnar stórt. Já, þetta er dálítið stór pollur. Já, og þess vegna það er kannski lægi að fara fyrir jól eða fyrir hausti með 2 skip til þess að svona kanna svæðið. En þegar ég kom í janúar og fara að veiða og leita meiru, þá hafa þessu stuttan tíma. 2 skip er bara krækiberi, þú veist. Þannig að auðvitað mér finnst það á mörgum fleirum að það er láta flota að fara að leita og gefa þeim upplagskvóta upp á cirka 100.000 tonni eða einhver svoleiðis, og flotin fer þá á stað allur og hjálpa staði að leita. Það er þannig að það er mjög erfitt að stunda fiskveiðar almennt ef það eru fá skip á sjó. Af því það er svo mikil samvinna. Já, og menn leið og eitt fer að fá að þá fréttist það fyrir seinna. Já, og ef það er lítil loðna, þá er mjög erfitt að finna hana. Svo núna er sagt að sé mjög lítil loðna. Eftir að þeir eru hættir að leita, þá er að dúkka upp loðna á ólíklegustu stöðum inn á fjörðum og flóum og við ströndina í þorskinum og hvar sem er. Það hefur alltaf verið svoleiðis. Dúkkar upp bara. Ég er með 2 fréttir og sitt hvora landslutanum. Annars vegar af loðnu inn á Húnaflóa fyrir norðanland, og hins vegar af töluverðu magni af loðnu á togslóð hjá togurum hérna fyrir Suðurlandinu, af skipi sem var á leiðin í land, og hann hélt að væri komin á Geysissvæði því það var svo mikið að hval að gramsi í loðnu. Það voru hvalatorfur að gramsa í loðnu hérna við
Suðausturlandi. Já, það er... Bara núna í síðustu viku. Dýrin safna saman það sem maturinn er. Já. En sko, þetta var allt öðruvísi áður. Þá fórum en bara á loðnu þegar þá voru klárir í það. Já. Það var engin kvóti, það var reynt að takmarka kannski hámasafla. En sko, núna er það orðið þannig að samkvæmt alþjóðasamningum þá þarf að vera búið að ákveða stofninn áður en byrjaður að veiða. Og fá það samþykkt hjá alþjóða fiskveiðiráðuneytinu. Já, og við sem hér erum, vitum það að það er ekkert hægt að mæla fiskstofn með dýftamæli með einhverju nákvæmni. Fyrir það fyrsta, hvað eru þeir að mæla? Eru þeir að mæla torfur og vita þá hvaða þéttleiki er í torfunum? Og nú vitum við það líka, ef að torfan er þykk, þá lóðar ekki á þeim sem er neðst. Það er bara að draga svo mikið úr hljóðinu. Svo er að giska á það hvað eru margar loðnur í rúmmáli. Og það er einhver tala sem þeir nota. Og svo ef þeir hitt ekki á, ef þeir eru í dreif, það er öðruvísi. Og hvernig er það metir? Og það er örugglega 50% skekkja í báðar áttir á þessum mælingum. Þess vegna finnst manni það mjög óraunhæft þegar verið að gefa upp magnið og kvóta upp á tonn. Já, en þú verður að skilja það að það voru 8.500 og eitthvað kíló gefin út núna. Það var umfram 400.000 tonn sem þeir voru búin að mæla. Það var talið óænt að veiða. Já, ég veit að þetta er náttúrulega algjörlega út í hött. Við verðum bara að segja það hér að það er ekki hægt að gera þetta. Þú færið einhverja tölu, en hvað er á markana? Ekki nákvæmlega, ekki neitt. Nei. Og ég man eftir þessum 400.000 tónum. Já. Ég held að Halldór Hermannsson hefði skrifað úr hvaða hatti kom þessi 400.000 tónum hjá Hjálmari. Og Hjálmar fór að verjast þessu ásókunum og allt það. En munurinn sá, og nú er það var og þá áttu við Hjálmar Vilhjálmsson fiskifræðing. Heitinn. Ég var nú með hann í mörg sumar á sjó, en það mátti Hjálmar eiga, það var hægt að tala við hann. Já. Það var hægt að ræða við hann. Ég tók eins og við hann viðtal og var einmitt að hælónum fyrir það að hvað mælingarnar væri samkvæmar sjálfum sér, virtist vera. Já. En það var ekkert svona ofstæki eins og þetta. Menn máttu byrja og við höfum ekkert verið að veiða mikið af loðnu. Ég var aðeins að skoða aflatölur úr loðnu. Já. Alltaf að birta mynd nummer 1 fyrir mig. Það er ágætt að glöggva sig á myndum þar sem við sjáum. En fáum við ekki? Jú, heldur betur. Kemur þetta. Ef við byrjum þarna upp fyrir mig göngulónuna fyrir aldamót. Þá sjáum við það rauðu örvarnar, það eru hrygningargöngunar. Það eru nákvæmlega eins fyrir aldamót og eftir aldamót. Já. Þarna fer hún fyrir aldamót til Jan Mayen að því að þeir telja. Eina breytingi sem verður eftir aldamótin er að hún fer vestar. Hún fer jafn nálægt Grænlandi en hún minnkar gönguna til Jan Mayen. Ég finnst nú ekki vera mikill munur á þessu. Sérstaklega þegar menn fara nú ekki núna held ég á Jan Mayen svæði að leita. Nei. En við sjáum þarna athyglisverð, það er loðnu aflinn. Þarna lengst til vinstri inn í rauðarhringnum er 80 til 81. Þá er lítil loðna og þarna verður loðnu leysi. Þetta er árin sem að kvótina settur á og 80 og þarna er þorskstofnun að stækka alveg gríðarlega. Og aflinn fór þarna eins og kannski munið í þorski 82 upp í 480.000 tonn. Síðan fer dettur hann niður í 300 árið eftir og þorskurinn er þarna búin að vera í svelti, hann er búin að vera léttast og við sjáum það að það minni loðnuafli þegar þorskurinn er að léttast.
vantanlega því að hann að koma sér af henni. Hann að éta loðnu. Já, hann að éta loðnu. Ég ætla aðeins að fá meiri mynd. Og síðan gerist það, þið sjáu það, þarna eru rauðar eða órans súlur og svo bláar og grænar. Þetta bláa og græna allt veitt fyrir áramót. Já, haustveiði. Haustveiði, og þarna eru menn að veiða á haustin frá júní eða á sumrin, júní fram í september og janúar. Þetta tíðkast allar götur fram til 2004 og þetta var stoppað af vegna þess að menn voru að veiða ungloðnu. Já. Það að segja loðnu sem ekki var hægt að nota í neitt annað en í bræðslu. Eftir að þessar veiðar hætta, þá snar minnkar loðnuaflinn. Það hafði ekkert, ungloðna 2 ára loðna sem hér við land, Norðurland aðalega, á sumrin, og fer svo til Grænlands á hausti, kemur síðan aftur. Ég veit ekki hvenær hún gengur nákvæmlega, en hún kemur síðan að fita sig, og við erum að veiða hana þarna, og þorskurinn að éta hana þarna, sem sagt ungloðnu fyrir norðan. Og eftir að þetta veiði álag á loðnu minnkar, þá minnkar loðnuveiðin á haustin. Já. Og núna síðustu 2 ár þá hefur engin loðnuveiði verið leyfð og það loðnuleysi, en í 1 árið þarna veitum við held ég miklu meira, munið það hvað var í hittifyrra, ekki hittifyrra heldur þar ára. Já, fyrir í hittifyrra. En menn alltaf að reyna að passa upp á það að sé nóg eftir til rigningu og þessi 400.000 tonn verður tekin upp úr hatti. Hvað segir upp úr hatti? Já, það var upp úr hatti hjá Hjálmar. Hvernig getur það verið? Það stór hattur. Hefur ekki séð dúfur teknur upp úr hatti? En hvað það að svo núna síðust ár hefur verið að minnka eða gera meiri kröfur vegna þess að þá eru farnir að reikna einhvern afrán hvala og þorsks á leiðinni hringum landið. Það bara hreint gisk og ekkert annað en gisk. Hefur ekki verið hvalur í sjónum og annað arðrán í gegnum tíðina? Jú, hvalur hefur eina hvalategund sem fjölga sér eitthvað verulega, það hnúðbakurinn. Já. Þegar hvalurinn var að djöflast í regnetunum hérna fyrir sunnan áður fyrir, þá fenguðu kanan til þess að kasta á hann sprengjum. Já. Hvað haldið þið sagt núna í dag ef það pantað að fara sprengjur til þess að hætta? Það var aðalega háyrningur sem var að kvelja þá með í regnaldunum hérna suðestan. Það hvalur. Já, það ein hvalategund. Og langreyðurinn náttúrulega borðar aðalega svif og étur frá, en hvalir fjölga sér mjög hægt af því að þeir eru lengi að vera kynþroska og eiga einn unga annað hvort ár. Já. En svo eru menn núna að segja það verður að fara að veiða hvala því að hann drepur svo mikið. Það er algjör fyrra að ætla sér það að við getum haft einhver áhrif á hvalastofnum. Með veiðum. Það eru 10.000 hvala í kringum landið og við erum að veiða kannski, við ekki gott ef við fara að veiða 100 eða 150. Það að fá hérna ekkert að segja. Það náttúrulega Langreyður talin vera 40.000 á norður hverju jarðar. Já. Og við erum í besta hvala ári á Íslandi erum við að veiða 200 stykki. Já, ég segi það hefur ekki við höfum hvorki skiptir engu máli, það er ekki hægt og menn eiga hægt að tala um þetta. En reyndar hefur hnúfubakurinn fjölgað sér gríðarlega. Já, hann hefur það. Og hann hefur áhrif. Hann mikið í síldin í Tromsø til dæmis, eða hann norður Nóri. Já. En svo alltaf verið að reyna að passa upp á það að sé nóg til þess að hrygna. Það skiptir engu máli hvað hrygningarstofnun er stór. Hann alltaf of stór. Það eru 25.000 stykki á hrognum í einni hrygnu. Já. Og ég reiknaði einhvern tímann út að ef hrognin lögð í perlufesti
þá næði þau út í kringum jörðina 7000 sinnum. Já, góðan dag. Þannig að það skiptir engum máli og svo þetta, menn verða aðeins að hugsa sko, það hefur verið sagt eða giskað á að það þyrfti að vera ákveði mörg krabbadýr eða rauðáttu dýr í lítir, eða við skulum segja það þyrfti að vera 5 lirfur 5 stykki í 10 lítrum, eitthvað svolítið, bara til að nefna einhverja tölu til þess að fisklirfan hefði nóg og kæmist af, annars stræpúst. En hvað gerist ef við sleppið 2 lirfum í þessa 10 lítra? Það deyja báðar. Já, þetta með hrygningarstofnin, að hann má ekki, hann svona stór að því það reynir hver og 8 sínum tota, en það verður svo ofboðslega dánartala af því að samkeppnin svo mikil. Það allir komast að fara á stað, megni deyr, eins og þið vitið, það óræður, en ekki vita eins og hvort þessi brot úr einhverju milliprósenti sem hann kemst áfram. Allt hitt étur og deyr. Og það verður náttúrulega fyrir hringrásina bakteríuhringinn og verður að fæði fyrir aðra skepnur. Já. Og það talað hlýnun sjávar sem hefur verið reyndan í núna 10 ára kólna hægt og rólega hérna norðurslóð. Það talað ofveiði. Jó, við erum að tala ofveiði og sérstaklega með flottrolli, en við skulum fara hans í gegnum þetta með hlýnun sjávar. Það bara bull og vitleysa? Já, frá aldamótum, já. Já, síðustu 25 ára frá hérna 2013 minnum ég ekki með þetta. Þá hefur sjórinn verið að kólna, hann hlýnaði mikið upp úr aldamótum og síðan hefur hann verið hægt kólnandi og hann hefur ekki náð því að vera eins og hann var fyrir litla hittastiginu hérna fyrir kringum stríð eða fyrir stríð 1930 til 40. Já. Og hann hefur verið og allt Atlantshafi svona svipað þetta skipti. Og það var þá? Já. Þá erum við að tala milli 1940 og 50. Sko, og svo erum við að tala flótrólið. Já. Það splundir í torfunum og sko, þegar loðnan kemur hérna og verið að leita henni eins og núna, þá hefur ekkert flóttról verið notað. Það ekki notað fyrir en að loðnan kemur. Þar alveg að þetta hefði áhrif ef það drepur mikið sem aldrei kemur fram, þá hefur það einungis áhrif á hrygningarstofninn. En ekki loðnuna sem kemur frá Grænlandi, það ekkert fara að skarka í henni. Nei. Og þess vegna ólíklegt og svo vita menn ekkert þessa ánetjun og allt þetta. Ég skoðaði þetta nú í Rækja á sínum tíma og setti lítinn póka fínriðin yfir belginn, 1 ferfett og það var svona 200-300 grömm að rækju í því sem fór í gegn og svo var helmingurinn ánýtjaður. Þannig að það var vegna við þess að voru vitlaust hefatrollið. Leysin voru orðin teygð. Það er að versta, það sem gerir þetta, það eru strengir í trollinu sem eiga ekki að vera. Já, eins og nælonsokk sem það tógar í. Já. Leysin sko eru úr næloni, en trollið úr dínema sem ekki tegist. Já. Og þess vegna fer það svona. Ég lét nú laga þetta sko. Svo þetta misjafnt eftir í hvernig og það ekki alltaf eins. Sko. Og svo segi ég alltaf, hvar myndavélinn, strókar? Þannig að það eru allar mögulega skýringar notaður en það ein sem að gleymist alltaf. Ég hef nú ekki kannski mikla skoðun á þessum kvalum og hlýnun og allt þetta en menn eru búin að gleyma stóra hruninu sem varð í Barentshafi 1990. Þá árið sko 83 þá kveiknar mjög sterkur árgangur og þorski og þokkalegir árgangar þar á eftir og þeir sögðu Norðmennin 85 að nú myndi aflið fara mikið vaxandi. Útgerðarmenn þeir bjuggu sig undir þetta að taka á móti þessum afla, ekki skyldi nú standa á þeim. 87 kemur það í ljós að það var ekki allt með feldu. Því að þorskurinn var hóraður,
selavöður gengu upp á norskuströndinni og eyðilögu net í ætisleitt. Skýringin í Noregi var gefið þá að loðnustofninn hefur verið ofveitur og því hefur þorskurinn ekkert að éta. Og þeir lögðu til að þeir minnkaðu þorskkvóti. Svo héldu þeir áfram að leggja á minni og minni þorskkvóta til að bjarga þorskinum. En allt einu kemur einn maður sem nú forstjóri Hafró í Noregi og það bara allt annar uppi, hann segir það. Þetta var Odd nokkur Nakkan sem var mikill vinur Jakobs. Já. Var síldarmaður þeirra Norðmanna. Og þá segir hann í Bergenstíðinni í blaðagrein að niðurstöður úr fjölstofnarannsóknum benda til þess að fæðuþörf hins mjög vaxandi þorskstofn hafi tvöfaldast frá 84 til 86. Þetta kom mest niður á loðnunni. Loðnuátt þorsksins þrefaldaðist frá 84 til 85 með þeim afleiðingum að loðnustofnin nær kláraðist. Jafnframt átt hann meira að smáþorski, ýsu og öðrum fiski. Já, en þá erum við að tala um það að þorskstofnin hafi haft áhrif á loðnustofnin. Já, það fullyrt, hann hafi étið hann upp til vagna. Ertu sammála því? Ég sammála því, sko. Ef þú fer að leggja allt saman, ára 85 og 6, þá átt þorskurinn 500.000 tonn af síld. Og þetta segir hann skýringun á þessi árgangur horfnir. Þrátt fyrir að næta upp loðnasíld og bæði ýsu og þorsk seinna, þá fekk hann samt ekki nóg. Og frá 86 var hann að vaxi miklu hægar en hann gerði á. Meðalþyngd 5 ára, þorsk var 1,8 kíló, 86, en 700 gram, 88. Já. Þannig að hann skýrir þetta svona og því hefur ekkert verið mótmælt. En það glemt. Já. Ég sýndi ykkur myndina á loðnuna á hann að þegar aflinn hrynur vegna þess að hann var hættur að vaxa og voraður, þá loðnuleysi. Þannig að þín tillaga væri þá að bæta við veiðum á þorski meðal annars til að ná upp loðnustofn. Sko, já, við erum að sigla núna upp í þetta sama. Ef við aðeins að skoða það. Hann sagði að þorskurinn hjá sér hefði verið 1,8 kíló. Árið 21 5 ára þorskurinn 3 kíló. Já. Árið eftir hann 2,6. Árið eftir 2,5 og núna 2000 er hann 1,8 kíló þorskurinn. Og þú ert að tala í Noregi. Ég er að tala Ísland. Þú ert að tala Ísland. Já. Á togarrallinu á Ísland. Á Hafró. Hjá Hafró. Já, við vorum með forstjóra hérna, ekki fyrir alls löngu og hann sagði það, og við vorum að tala um það að þorskurinn að léttast 25% milli ára 2 ár í röð. Já. Og ég spurði hann hvort hann hefði áhyggjur af þessu, hann hafði ekkert miklar áhyggjur af þessu. 4 ára þorskur var 1,6 kíló 22 og í 24 er hann 1 kíló. Já. Það 60%. 3 ára þorskur var 600 gram. Nei, hann var 850 gram 2001, nú er hann 600 gram. Þannig að það gegnum gangandi minnkun í vexti á þorski. Þetta er hættulegt, þetta er hættumerki. Og þetta kallar á meiri veiði. Það var 1950 stungu hollendingur upp á því að stjórna fiskveiðum með því að fylgjast með vextinum. Já. Það er ekki hægt að telja þá. Eins og við erum búin að tala um. Það er eina mælingi sem við getum gert af vitið og er rétt. Það er þyngd miðað við aldur. Já. Og hvernig hún breytist milli ára. Þeir segja, ef hann fyrir að herða vöxtin, þá máttu kannski friðan til að lefa honum að stakka, en það bara gerist til aldrei. Nú orðið. Ef hann lækkar, þá átt að veiða meira. Þetta sýnir ykkur eina mynd frá Bergen 1906. Ein aðra mynd. Mynd nummer 2. Hún er frá 1906. Vatn í Bergen, þetta er Urriði. Þar þótti þeim of hart gengið því að það var veitt með ádrætti og netum, sér til matar og ágætis fiskur og fínt veiðivatn.
og svo eftir nokkur ár þá var farið að athuga þetta, þá var það svona. Þetta einn frægasta mynd í vatnafiskifræðinni sem sýnir það hvað má ekki gera. Já. Og takið eftir því hvað hann rosalega horaður. Já, þetta eins og þetta sé þurrkaður fiskur. Bara hausinn. Já, svona var fiskurinn á Vestfjarðamiðum 84-5. En það sem gerist með þeirra fiskur eru stór og það tekin á honum maturinn með því að lofa honum að fjölga sér, þá grenni horast hann og deyr. Ef þetta, en svo gerist ástand ef haldið áfram þessu veiðileysi, þá verður hann aldrei stærri en kannski 20 cm og þá fær hann nóg. En þegar hann svona stór, þegar hann svo fóðufrekur eftir því sem hann stærri. Já. Hann þarf ákveðna prósent af þyngsinni. Þannig að núna verið að teikna upp að þorskstofninn sé á fallandafæti og búin að éta upp loðnustofninn og sjálfan sig. Og heldur áfram að éta sjálfan sig. Og það glæpur að veiða ekki meira. Þetta bara, og hugsa ykkur að vera, það vera að taka grásleppu kalla fyrir það að veiða þorsk á grásleppuverti. Þeir með ekki koma með henni í land. Þeir með ekki hendunum. Nei. Og það verið að vesnast yfir því hvort að trillurnar er að veiða 2000 tónum meira. Hvað er það að sé hendmikla fiski? Þannig að þetta allt óhemju magn. Þetta allt á hvolfi og það í gegnum með að segja Bretarnir vöruðu við því 1970 að það sem menn héldu að væri ofveiði væri yfirleitt vanveiði. Ég var að aldursgreina ísu úr Skotlands sjónum núna bara daginn. 38 cm fiskur sem er nú bara undirmáls, er það ekki? Jú. Það var 6 ára gamall. 6 ára gamall. Já, hann er óseljanlegur. Hann er svo horaður. Já, þetta var nú gott í því. Já. En þetta er dálítið merkilegt, sko. Og nú færð þú aldrei neina vitræna umræðu þessa þætti, Jón. Nei, það var ekki bara ég sem að það fær enginn, það eru engin svör. Nei. Þetta er svo kallinn í heisátu. Já. Má ég aðeins koma inn í þetta? Já. Að er ekki bara vonlaust að ætla að reyna að gera þetta eftir vikt, að segja þetta á að veiða á árinu. Er ekki bara eina vitið að þetta sé sóknarmark? Já. Skilurðu, að vitneskjan kemur úr hafinu. Þú veiðir þetta mikið á veiðidag og þá veistu hvernig stofnarnir, í hvaða ástandi stofnarnir eru. Og ef það er lítið, þá fjölgar bara dögunum. Já, þess vegna, en sko, stýraði ég eftir vextinum líka. Eftir meðalþyngdinni. Sko, Færeyjasagan er mjög lærdómsrík. Já. Ég var nú með í henni, því að ég var kallaður til Færeyja í ráðgjöf. Já. Sko, það er þannig að það verður einhvern hrun sem ég hef nú ekki fengið kýring á þarna 94 held ég. Og það eru selt skipin og það var afláreysi og svo allir kemur fiskurinn aftur og þá setja þeir á kvótakerfi að tilskipun Dana eða bankana eða hvað það var. Það voru sendinefnir frá Íslandi sem voru búin að segja að það var eina ráðið. Já, ég veit ekkert um það, en nema það þetta er sko, já, þetta er löngu eftir að við setjum á kvótan. Og eftir 2 ár þá segja útgerðarmenn og sjómenn þetta gengur ekki. Og þeir voru það meiri segja hafrákajarnir settust niður með þeim og það var ákveðið að hætta þessu. Það var svo mikið brottkast og feilgreining, það er að segja eins og hann sagði að það var ufsi og þorskinum í karinu og ufsi og hann sagði, Jesús kom og sagði verði ufsi og það varð ufsi. Þorskurinn varð ufsi, það var mjög mikið svindl og jasinn. Þannig að þeir settust niður, fræðingarnir, pólitíkustarnir og sjómennirnir og sömdu þetta sóknarkerfi og grundvöllurinn eða röksemdin var svo
ef að sóknin svo mikil, þá stjórnum við sókninni, en ekki aflanum. Fótboltadómari, hann dæmir eftir reglunum, en ekki eftir því hvað kollunum á vellinum finnst. Nei. Þannig var þetta, og þegar svo kemur að því að sko, fiskifræðingarnir urðu ekkert hrifnir af þessu, af því að vettist meira heldur en þeir ráluðu. Já. Og þá var það ekki í lagi? Nei, þá var það ekki í lagi, og það sem þeir fóru að gera til þeir lögðu til samdrátt. Og árið 2001 þá leggja til 36% fækkun á dögum. Það búið að fækka með eitthvað pínlítið, og þá kallar Jörgen ráðherra í mig og spyr mig, og ég var nú viku að vinna þarna og var búin að vinna svolítið í þessu. Og ég sagði nú, ég vissi ekkert hvað skoðanir hann hafði. Og þegar ég kom og talaði við hann, þá sagði ég myndi nú bara fara að valja þetta, ég myndi nú ekki skera niður. Dagana? Nei, ekki fækka dögum. Nei. Og hann fór eftir þessu. Og árið eftir þá kemur aftur 35% skipunum niður sko, frá Danmörku og frá þeim. Frá þeirra Hamrastofnun. Já, og þá ég þarna ennþá, og ég segi við hann næsta ári ekki skera niður. Og hann fór með þetta í þingið og það var ekkert skorið niður. En gagnrýnir sögðu það Jón segir bara það sem þú biður um, þú borgar honum og hann segir bara það sem þú biður um. Já, það alveg eins þú setur sko, peninga í djúpbásið og hann spilar það lag sem þú segir honum að spila. Já, það við svona. En ef ég set sko 10 sinnum meiri peninga í Hafró og byrja að spila, þá spilar alltaf sama lagið. Svo, síðan kem ég 3. árið og þá kom nýr ráðherra og þá sá ég fiskurinn var að horast. Ég sagði, lagði til 15% aukning í dögum. Og hann gerði það ekki, hann skar niður 5%. Síðan var konstant skorið niður. Og þegar ég þarna, þá ég sko 20-40.000 tonna afla, þorski og 70.000 á ufsa. Já. Nú þorskaflinn komin niður í 2.000 tonn. Flotinn ónýtur. Það bannað að veiða á öllum Færeyjamiðum 70% af miðunum meira og minna allt árið. Og kvótinn svo lítill að borga sig að gera út, þannig að flotinn farin. Svona fóru fiskifræðingar aftan að þeim með því að leggja alltaf til fækka dögum og vernduðum svæðum, fjölga þeim. Síðan eru búin að fá 2 skelli með svo miklum fiski að fiskurinn grindhólaði að koma upp á bryggjónum og kasta netum út af bryggjónum, en það mátti ekki vega átt að geyma hann aðeins. Svo hvarf hann. Og svo kom hann aftur. Þetta bara, og enginn skilur neitt og vill gera neitt í þessu. Nei. Þannig að sóknarmark það eina. Já. Og sóknarmark sko, og þá engin tegundarskipting. Nei. Þú veiðir bara það sem gefur og það engin aflatakmörkum per dag eins og á trillónu hérna. Þannig það kemur allt í land. Já. Fáfiskurinn hann hengtur upp, kemur í veiðafæri. Hann hengtur upp á rekkverkið og étinn heima. Já. Og svo framvegis. Nei, ég man það sko að hérna, það rann bara til ríkissjóðs. Smáfiskur og þetta sem við komum með. Já. Það rann það bara til ríkissjóðs. Undirmálsfiskur. Það rann bara inn í ríkissjóðs og við fengum ekkert fyrir hann. Við komum með allt að landi. En okkur fengum ekkert fyrir hann? Já, það var ekkert, Já, það var ekkert bannað að veiða hann. Sko, þeir vildu fá hann í land. Já, ok. En við fengum bara ekkert fyrir hann. Já, allt í lagi. Og það var bara samkomur. Menn létu þetta, bara gerðu þetta. Meina, smákarfi, hann var bara settur í steisana hérna á stígiskipunum. Hann var allur hýður í land og bræddur og það fór ekki til okkar, það fór til ríkisins. Þetta var svona. Já, Íslendingar hafa aldrei viljað henda mat. Við vildum ekki henda þessu. Nei.
og það eyðileggur akkurat að stjórna veiðum ef þú ert að henda fisk í sjóinn. Menn það fer bara ekki saman. Þetta er eins vitlaust eins og það er hægt að gera. Það er það. Ég segi það. Já, en þetta gengur áfram og þeir fást ekki einu sem til viðræðu þarna á Hafró. Nei. Sko, og svo þetta þéttleika vandamál, sko, að fiskurinn, það er ekki fæðan ein per se, heldur hvað eru margir sem er í deilinni. Ef þú kaupir nú átt fullan ískáp af góðu mat og fínu og svo býður kannski partí hjá þér og það koma svo margir og svo ætlar þú að fá morgunverð á morgun daginn eftir, þá er ekkert í ískápnum. Keyptir þú lítið inn? Nei, þú bauðst á morgun í mat. En sem sagt, þú ert á því að við þurfum að láta veiða meira af flestum tegundum. Já. Til þess að halda í rauninni jafnvægi í lífríkinu. Já. Sko, ég hef nú fengist við rannsóknir út um allt, mörgum löndum og á ýmsum tegundum. En er náttúrulega best að mér í vatnafiskinum. Og nú er uppi það að þetta er skilt, þó ég sé að tala um vatn, þá alveg eins við en sjó. Að nú er uppi svo teóri að til þess að fara vel með og hjálpa náttúrunni að þá sleppir öllum laxinum. Og það er gert í þenn tilgangi að auka laxagengd, það verður meiri hrygning og meiri framleiðsla. Þetta er gegnumgangandi og það er mjög erfitt að andara þessu. Ég er búinn að skoða niðurstöðu úr stærðarmælingum á laxi 30 ára aftur í tíman í flestum ám sem að hefur verið stærri ánum sem hefur unnið svona lengi í. Já. Og kemst að því að seiðin að hausti fyrsta sumari eru alltaf kringum og undir 4 sentimetrum. Og það er mikill dauði á veturnar fram í næsta. Ég fór að gera tilraunir með það að minnka hrygningarstofninn. Við vorum búin að rekna á 82, byrtu við grein það, ég og Tumi, að hvað mætti vera. Það mætti vera kannski 3-4 hrygnur á kílómetri. Tuma Tómasson. Já. Og síðan hef ég verið í Lervósá og séð hana. Og það er þannig háttað til að það er Tröllafoss og það gengur ekki lax upp fyrir Tröllafoss. En það hefur verið hleypt laxi upp fyrir nokkrum sinnum. En þegar ég fór með það, þá fór ég að gera það með nákvæmni að segja, ég setti 7-11 hrygnur upp fyrir og einhvað að hengum. Þannig að ég var með 3 hrygnur á kílómetri. Ég var sjá mynd nummer 3. Mynd nummer 3. Og það var kontrolleruð hrygning. Okay. Þá sjáum við sumargömmul seiði fyrir neðan Tröllafoss. Þar eru 15 hrygnur á kílómetri. Það er fiskgengasvæðið og það er sleppt laxi. Fyrir ofan Tröllafoss eru 3 hrygnur á kílómetri. 5 sinnum minni þétting. Þetta er alveg merkilegt, sko. Og það sem er fyrir ofan Tröllafoss er miklu stærri seiði. Af því að það er ekki nema 3 hrygnur á kílómetra. Já, þau eru 5 sinnum þyngri. Já. Og það er þannig að ef að seiðin ná ekki 3,5 cm þá lifa þau ekki af veturinn. Þetta hafa menn séð með því að sleppa seiðum í ár að hausti, þá verða þau vera komin helst í 5 cm til þess að lifa veturinn. Þetta er bara vitað. Já. Í öllum ám landsins, norðan sunnan, þá eru seiðin í lok fyrsta sumars 4 cm í 30 ár. Aldrei stærri. Við ætlum að fá næstu. Þetta er einsásfiskur. Vá. Sjáu þið það að einsásfiskurinn fyrir neðan fossin er jafn stór eins og
fiskurinn fyrir ofan var árið áður. Já. Þetta þýðir það að það eru einum færri þessi seiði sem eru fyrir ofan, þau fara öll út vorið eftir. Þú ert með 2 ára aldur í ferskvatni í staðan fyrir 3 og 4 fyrir neðan. Þetta nú ekkit smá að losna við heilan árgang. Hugsaðu þér. Og það þannig að, sko, það fyrir ofan Tröllafoss, þá eru fleiri seiði einsás heldur en fyrir neðan, þó þau hafi verið færri sem sömagömmel að þau veiðast við. Sem voru Þau sett. lifa öll. Já, að því að þau eru það stór og Já, þroskuð. þarna fyrir neðan þá afgeta þeir hvern annan og það sama lengdin, sko, þetta í september að hérna þau voru og þau eru jafn stór í miðjan ágúst og í maí árið eftir. Þau vaksa ekkert eftir miðjan ágúst að það allt búið. Já, Og mátt taka þessa. Öll fæða búin. En þetta sýnir það hvað samkeppni og fæða hefur mikið að segja. Þetta nákvæmlega það sami í sjónum. Já. Þetta vilja okkar fagmenn sem kallaðir eru ekki skilja. Og það þýðir ekkert að ræða þetta. Meira segja einn laxakall, hann sagði það, já, þú ert miklu næri vatninu fyrir ofan. Þess vegna meiri fæða, það hitnar ábyggilega meira. Nú er ég með hitamæli báðum, það eru sami hitin og vatnið 3 kílómetra frá þessum stöð. Þannig að það allur sá effektir farin. Þetta bara spurning og þjallika. Já. Og svo eru menn að sleppa öllu laxi til þess að auka hrygningarstofn. Halló. Það virkar sem sagt þveröfugt. Já. Enda, við skoðum þessar í tíma, þessar vöxtin á seiðunum, þá hann fallandi núna þessi ár. Þess vegna minni laxveiði. Já. Af því að það aukið við hrygningarstofn ennþá meira. Já. Og þú átt við að þetta sama eigi við í hafinu. Já, ég var að segja þér að sko 1 lirfa í 10 lítrum þarf 5 hérna kopipótur eða rauðátur. Ef þú bætir við einu fiski og deyja báðir. Já. Það var að báðir. Og þess vegna hrygningarstofnin alltaf nógu stór og þess vegna öfugt hlutfall á milli hrygningarstofn hjá þorski og nýliðinu. Þetta í mörgum stofnum hérna við Atlantshafið og ég hef bara mælingar sem sýna þetta. Einhver færingarnir sögðu við mig, já, þú getur nú fengið þetta til að líta svona út. Man bríkslaði fölsun. Já. Það hendar ekki. Já. En þetta er sorglegt þrófar. Og líka sko að þegar hann svona stærri og sterkari, þá náttúrulega eru lífslíkurnar mörgfalt meiri. Já. Þá kemst hann undan pappa sínum. Og verður sá sem kemur aftur og skila sér í hrygningu. Já, í þorskinum að þá var hann fljótari að vaksa út úr að vera étinn. Já. Verður sjálfbjarga og öfluri til að... Við erum bara á Íslandsmiðum, erum við bara alveg fóðurhanda stórþorski. Já. Eins og þetta er í dag. Já. Og þess vegna þyrftum við raunverulega að láta stunda alvöru netaveiðar í 9 tómum rífi. Já, þú sjálfsagt séð þá að ég fekk mynd frá Hrafni Sveinbjarnarsyni og honum hérna og þá var hann rafaði upp 5 svona stórum þorskum og það komu 3, 4, 700-800 gramma fiskar úr hverjum einasta fiski. Já, þú séð þetta sjálfsagt. Bara, þessar beljur eru bara að éta smáþorsk. Það ekkert öðru. Já, milliþorsk. Já. Hann var í góður í matinn. Allt upp í 2 kíló fisk. Já. Þannig að þetta hefur gríðarlega áhrif. Hvernig stendur að enginn hreyfir sig og enginn gerir neitt í þessu? Ég myndi leggja til, ef ég fæ tækifæri til þess inn á Alþingi, þá myndi ég leggja til að farið í úttekt, alvöru úttekt á Hafrannsóknastofnun og vinnubrögðum hennar með hlutlausum rannsóknar aðilum. Ég veit ekki hvort þú finnur þá.
Nei, það er aftur mann og kannski í bandarískum háskólum nei, þeir eru ekki betri lagsmaður já, þeir hafnuðu allavega tógararallinu já, svo það væri svo margir þættir að það rúmaðist ekkert í þessu tógararalli Jó, en þeir eru yfirleitt þeir á þessari línu, friðunarlínu það er líka svo mikið pressa frá náttúruverndarsamtökum að þeir láti beygja sig út af því já, það er af trúabrögðum sko, ég þekki ekki Bandaríkin nógu mikið ég veit þó Kanada en ég veit líka, ég er búin að vinna í mörgum löndum að ræða við þessa menn alls bæði í Belfast í Skotlandi og London og víða Danmörku og þú kemst ekkert með þetta það var meira þeir segja að það þurfi svo, sko, ef þú ætlar að reikna þér fisk sem sé búa til kvóta segja að það megi veiða þetta mikið þá þarft að hafa svo miklar upplýsingar að þú hefur engin tök á að afla þeirra Nei, hvað er að kosti að vera með rallið á hverju ári? Veistu, af hverju ralliðinu er haldið við? Það er vegna þess að þetta er tekjuöflun fyrir starfsmennina líka. Þeir myndi ekki leggja niður brauðið sitt. Já, en eins og íslenski sjómenn sögðu strax 84, 85, 86 rallið getur ekki virkað. Nei, ég veit það vel. Það er svo margir feilar í rallinu. Nóa reyndi þetta í 2 ár og skilaði þessu með þeim orðum að þetta gæfi í mesta falli villandi upplýsingar. Það sagði ameríska stofnunin. Og Nóa er hafrannsóknastofnun. Hún er hafrannsóknastofnun með tengingar inn í alla helstu háskóla sem eru með sjávarrannsókn. Við þurfum að fá þetta fram að þetta er rannsóknarstofnun og tók upp sambarilegt kerfi og við gerðum á sínum tíma konsensument frá Íslandi en sá að sér eftir 1,5 ár og hætti þessu sama og Færeyingarnir gerðu hættu með sambarilegt kvótakerfi og við en sko ef við förum aftur pílindi í vísindin að þá er ekki nógu mikið stöðst við lífeinkenni. Ef þú ferð og sér fisk úr vatni og svona, það getur sagt til strax bara sér 1-2 fiska hvernig ástand er í vatninu. Að Kanadamennir í sínu ralli, ég nú skoða það mjög mikið, þeir sko skráðu hérna þyngd og lengd og magainihald og livrarþyngd og alla þessar hluti og þeir sjá til dæmis hvernig að þyngdarstöðullin minnkar þarna á ákveðnu tímabili þegar fiskurinn og hann horaðist og svo hvarf allur fiskur sem var stærri en 1 kíló vegna þess að hann þurfti svo mikinn mat að hann græjaði sig ekki. Þeir notuðu allar þessar upplýsingar. Íslendingar skráðu þessar upplýsingar en þeir notuðu þeir ekki. Samanber það að fiskur er að léttast 25% á ári og það er ekki gert í málinu og það er ekki, þeir kunni ekki að túlka gögnin sín niðurstöður sem þeir eru með úr rannsóknum ef þeim finnst allt í lagi að fiskurinn sé að léttast þetta er náttúrulega mjög erfitt og það eru hagsmunir þarna nú raunverulega þyrfti ekki nema 1 mann þannig á stofnunni því að þeir segja allir það sama Þetta er alveg satt. En þetta er dálítið sorglegt þegar við erum að horfa á 40 ára ferli. Í 40 ár höfum við verið að vinna með þetta að leiðarljósi að aðal rannsóknar niðurstöðunar eru úr togararalli og við náum engum árangri. Við erum raunverulega ekkert að ná árangri, við erum að skaða okkur fleiri milljarða eða 20 eða ekki 100 milljarða á ári. Við erum að tapa heilli þorskvertíð á ári. Já. Og það er ekkert hlustað á tekjubóns, ég lagði nú til að tvöfalda þorskverðar eða gera áhættumat á því að fara fram úr. Já. Og það er ekki, má ekki minnast á það vegna þess að þeir vilja hafa þetta svona, þú varst nú að deila á 2 menn þannig í Alþingi að svara þeim
sem að voru að hæla kvótakerfum sem best í heim og höfðu það eftir Ragnar Árnasyni. Já, Maður sem búin að vera kostaður allan heim til þess að ljúga fólki. Jæja, já, heldurðu? já. En þeir voru að blessa hans kenningar og hans vísindi. Já, þú vissi hvað hann lagði til. Já, ég vissi Að hætta veið í 3 ár og taka stórt lán. 2 ár ætlaði hann að stoppa þorskveiðar Já, á Íslandi. já. Af því að það væri best. Það er besti banki í heimi, Selvogsbankin. En við höfum aldrei fengið í 40 ár því okkur var lofað 83 þegar var verið að setja kvótakerfið á, þá var okkur lofað því ef við færum eftir tillögum kvótakerfi Já. í 2-3 ár, þá varum við farnir að veiða 400-450.000 Það tonn. er ennþá að hæla þessu. Já, En það er einn hérna kunningi minn í Færeyjum sem var nú hjá okkur á fundi hérna á Katalínu, já, að Eyvindur. Hann er búin að leggja mikla vinnu í útreikninga og skoðanir á þessu árangri þessara kerfa. Og það alveg kemur allt heim við það sem við erum að tala um núna. já. Og allir sem leggjast í það þorir bara engin nema eftirlauna þegar að fara í þetta og alla þá. Já, en hvað getum við raunverulega gert til að opna augu manna fyrir þessu? Það má benda á þessi 5 ár sem var Allir í sóknarmarki. allir væri ekki nóg að kjöldra þá. Já, það spurning hvort að þarf að kjöldraga menn eða hvað þarf að gera. Setja menn af, reka þá fyrir árangursleysi í starfi, að þeir valdi ekki því. Ef að skipstjóri fiskar ekki, þá hann rekinn. Ef og þeir eru jafnvel reknir þó þeir fiski, ef þeir tala ekki og akta eins og fótboltaþjálfarar Kvótakerfið er gott til að einoka aflan, einoka veiðar og vinnslu. Já. Kvótakerfið er gott í þeim tilgangi. Það var búið til þess. Það er dæmið. Það var búið til þess að ráða hverjir væru við veiðar. Þegar að 1 tonn af þorski er selt eða aðgangur að 1 tonni að fá að veiða 1 tonn er selt á 7,5 milljón, þá erum við orðin dálítið brjálaðir í rauninni. Manst eftir því þegar Árni Matt tvöfaldaði ísukvótann? Já. Þá féll leiguverðinir í krónu, held ég. Já. Og það var allt brjálað út af því. Já. Nú, svo ef við erum að leigja kvóta innan ársins, að þá það 500 krónur fyrir kíló að þorski. Já, svo halda menn að allt sé alltaf eins, skilur líka. Já. Hvað allt inn þessi fiskur? Hann var hérna í gær, en hvað hann núna? Já. Okkur allt inn komið fullt af ísu fyrir norðan sem sást aldrei. Já. Og svo framvegis, og okkur hverfur ísan, eins og hún gerði í Írlandi, og kom svo aftur. Já. Þetta eru allar tegundir. Við fengum... Fiskurinn hefur sporð. Já, og reyfir sig á milli svæða eftir hita, eftir æti, eftir straumum, eftir ýmsu. Og stofnstærð. Þetta allt stala. Það först dánatala, nú eitt. Hvernig það hægt í náttúrunni að vera með fasta dánatölu? Það löngu búið að sýna fram á að svo ekki. Og kannski frægasta dæmið það þegar Kanadamenn bönnuðu allar veiðar á bankanum í Funnarlandi, að þá var dánatölin 60%. Fiskveiði dánatalan. Það var enginn á sjó. Það var enginn á sjó og enginn að veiða. En samt drafst 50%. Og enginn sagði, heyrðu, við erum bara að vaða í villu hérna, en það var bara þagað í hel og enn. Ég hef gögn það frá Færeyjum að hún mjög breytileg. Þessi dánatala, það nefnilega... Gefur það ekki auga leið? Það misjöfn sprett á grasi á milli ára. Jú. Fer eftir hita, eftir rigningu. Ekki bara það. Þetta fer eftir ýmsum þáttum, en þarna í Færeyjum svo skemmtilegt á þessum ára sem ég að skoða. Þá dagafjöldin sá sami. Já.
og það eru frjálsar veiðar á þessum dögum. Já. Þannig að veiði álagið nokkuð jafnt öll árin. Eitt árið þá sérðu það að það miklu hærri dánartala á fisk, veiðidánartala á fiski eftir því sem hann eldri. Já. Hann mest á 6 ára fisk, minnstur á 3 ára dánartalan. Því hún er mæld með því hvað veiðist mikið að hverjum árgangi á ári eða veist 100 ára og 50 næsta ára í sömaralið, við skulum bara segja það, þá er dánartalan 50%. Hún er mæld, en það er heildartánartala. En maður sér það í góðu vaxtarskiljurum, þegar fiskurinn er að vaksa mjög hratt, þá er dánartalan jöfn fyrir alla árganga. Jöfn? Já. Sem segir þér það að náttúrulega þegar hann vex illa þá deyja stærri fiskarnir meira af því að þeir þurfa meira að éta. Þegar allir hafa nú að éta þá lifa þeir allir, það er ekki vaxandi eftir stærð eins og maður skildi að halda. Nei. Að litli fiskurinn sem er alltaf fleiri, ekki satt? Þeir eru alltaf fleiri litli fiskarnir eftir stærri. Oftast. Það sést að þá er engin breyting. Sem þýðir það að öll þessi dánartala sem er vaxandi, hún er af náttúrulegum orsökum. Já. Þú leggur þetta fyrir menn og þeir bara hrista höfuð og vil ekki vita þetta. Það er bara þannig. En þegar þú talar þennan dánarstöður, hvað þá með þennan fisk sem er étinn? Sem er bara étinn af eigin hann er reiknast í náttúrulegan dánastöður. Já. Nei, þetta er það er náttúrulega sjálfgefið. Það er búið að gera þetta allt og heilagt. Skilur, það er búið að taka veiðimanninn frá þessu, setja þetta inn í þessar stofnanir og þetta er orðið allt og heilagt. Þetta eiga að vera einhverja kenningar sem enginn má brjóta. En þetta var öðruvísi áður tölvurnar komu. Rollefsen í Noregi, það mætti nú með tölvu í sjónvarpi. Fyrsta talvan sem kom í sjónvarp á Íslandi var Ragnar Árnason með litla tölvu. Svarthvíta. Já, en Manstu eftir þessu? Nei, en ég og Rollefsen. Þá lagði hann til, þá sagði Ragnar Árnason, góðærin eru slæm. Af því að þau villa fyrir viðskipta og hagfræðinni. Þeir passa ekki í hagfræðin. Þess vegna á að hætta veiða toppana. Skilur, þá kom 4 ár og þá kom toppur og 2 ár og svo kom 4. Og hann sagði, það á að veiða minna til þess að fjármálakerfið akti rétt. Já, honum hefur tekist það. Heldur betur. Já. Nema fjármálakerfið er svert. Nei, ég ætla að segja umræðan áður var allt öðru vísi. Áður en tölvuöldin skellir á og það er allir komnir í þetta. Við hlógum bara þessu, umræða var þannig. Fleiri 100 manns að þá var Rollefsen í Noregi, hann var nú fórstjórið hann í Hafró. Allt sitt líf þá var hann að rannsaka hrygningarstofninn við Lofoten og afkomuna sem varð úr hrygningunni. Já. Hann hætti því á gamalsaldri vegna þess að hann fann ekki neitt út úr því. Nei. En þá var rætt hlutina. En strákar, við erum búin að ræða vera að ræða Hafró í þessum þætti eins og oft áður og kannski spilar nú Hafrannsóknastofnun eina stærstu rullunni í íslensku sjávarútvegi og það afkoma þjóðarinnar fer að stórun hluta eftir því hvað Hafrannsóknastofnun leggur til. Og ef að Hafrannsóknastofnun er á villi götu með ráðgjöf og nær ekki árangri með því sem hún er að gera, þá þurfum við auðvitað eitthvað að endurskoða vinnubrögð þeirra í gegnum tíðina og til framtíðarliti. Það er ekki hægt að halda áfram í önnur 40 ár með sama árangursleysi eins og við höfum verið að glíma við síðustu 40 ár. Það skildi ætlað. En ég bara þakka ykkur fyrir spjallið í kvöld. Manstu hvað ráðherrann sagði þegar við spurðum hann hvað gerir þegar þú færð tillögu frá Hafró?
hvert leitar þér ráðgjafar? Hún Hún sagði ég treysti þeim bara. Hún bara treysti stofnunni. Og hvaðan kom 100%. forstjórinn í Hafró? Já, Hann kom frá LIU. já, meðal annars. Ráðinn af Kristjáni Júlíusinni. Þá má ég skjóta inn í að fyrir kvótakerfið voru skipstjórafundir hver jól. Það komu sjómerinni saman með fiskifræðingum og með manni frá ráðherra. Og þannig fekk ráðherra hugmynd hvað mætti veiða á mörgum dögum þetta tímabil. Já. Þetta er bara ágæt ábending hjá ykkur og ég þakka ykkur bara fyrir spjallið drengir í kvöld og við þakkum fyrir okkur. Takk fyrir. Takk.